Komið þið sæl. MX-TV skellti sér til smábæjarins Uddevalla rétt fyrir utan Gautaborg í Svíþjóð þar sem framfórst næstsíðasta umferðin í kvennaflokki í heimsmeistarakeppninni í motocrossi. Tilefnið var að tvær íslenskar stúlkur voru mættar til leiks og ætlum að fylgjast hér með þeim. Hér sjáum við Signý Stefánsdóttur frá Mývatnssveit stilla sig upp á startlínunni á Kawasaki hjóli nr. 43. Við erum hér á seinni umferð helgarinnar á sunnudegi en fyrri umferðin fór fram á laugardeginum. Hér mætist Bryndís Einarsdóttir til leiks. Hún er úr Hafnarfirði og hún er á KTM hjóli nr. 66 og stillir sér hér upp á startlínunni. Það eru 40 keppendur sem komast á startlínuna í rúsastöldunum og hér má við sjá myndir úr startinu. Okkar stelpur þarna efsta til hægri og voru nú nánast aftastar í startinu. Og hér er Bryndís á fleygiferð og Signý hérna á eftir henni. Það var eftir fyrsta hring og hér er eftir annan hring og þá eru þær hérna hlið við hlið á beinagaflanum og Bryndís á undan en fipast hann í beygjunni. Signý nær fram úr og er hér komið með fórustu á löndu sína. Hér sjáum við að hart var barist í öllum beygjum en aðstæður í Uddevalla voru annars glæsilegar og brautin nánast ógrafin enda kepptum snemma morguninn á sunnudeginum. Signý endaði daginn í 27. sæti og Bryndís í því 33. Við skulum heyra aðeins í stúlkunum og sjá hvað það er að segja eftir daginn. Signý, hvað kom til að þú byrjaðir að taka þátt í heimsmeistaramótinu í motocross? Ég ákvaði í fyrra þegar ég var að æfa í Flórída. Setti upp mér markmið að reyna að komast hingað og svo bara byrjaði þetta allt saman í Búlgaríu og komið svona langt. Þú ætlar að keppa í allt sumar hérna úti? Já, það er bara eitt mót eftir reyndar í Holland og það er eftir 1,5 mót. Hvernig er búið að ganga í dag? Það hefði mátt ganga betur. Ég var í 37. náði að keyra mig niður í 23. og svo datt ég á síðasta hringnum og endaði í 27. Ertu búin að vera lengi í sportinu? Síðan ég var 10 ára. Byrjaði að keppa 12 ára. Og byrjaðir að fara til útlanda í fyrra? Já, eiginlega hitt í fyrra. Ég var á mótorskólanum GPMX í fyrra. Og hvað er svo í framhaldinu? Ég sé að stefna á þetta aftur á næsta ári og vera bara alltaf í topp 20. Áttu ykkur tíðan eftir að komast á pall? Svo sannarlega. Glæsilegt, við vonum að það gangi rosalega vel í framtíðinni. Takk. Við erum stödd hérna á Uddevalla í Svíþjóð heimsmeistaramótinu í motocross og það eru tvær ungar íslenskar stelpur með í keppninni. Hvernig hefst þessi saga? Jú, þær eru báðar búin að vera náttúrulega að keppa heima og hafa staðið sig bara mjög vel í sínum flokkum þar og fyrir minn part, Signý dóttir mín, hún síðastliðið haust þá bara prentaði hún út dagatalið á heimsmeistaramótið og bara kom með þetta til okkur og sagði bara hvernig kemst ég á þetta mót. Bara setti sér markmið strax þá og hún ætlaði sér hingað og hún fór aðeins að reyna að ná í sponsora og svoleiðis og fengum styrk
frá nokkru fyrirtækjum, meðal annars Nikita og Iceland Express, þeir hafa stuttu baki á henni og svo náttúrulega bara höfum við reynt að gera allt sem við getum til þess að hjálpa henni. Já, utanáhaldið við náttúrulega erum ekki í einhverjum ægilegum lúxusbíl sko, við erum bara svona eins og sígunnar á ferðinni en reynum að gera þetta eins ódýrt og hægt búum bara í bílnum og flökkum á milli og svo bara pabbi heim að vinna. Sydney 15 ára gömul og ein af yngstu keppendunum í seríum. Hvernig hefur henni gengið? Þetta gekk nú brösulega til að byrja með en í Þýskalandi náði hún fyrstu punktum fyrir Íslendinga á heimsmeistaramótinu í motocross og þar með Ísland komið með 2 punkta. En jú, það gekk núna vel, hún kláraði mótið og bara þetta alltaf að rúlla. Og hvað svo framöndan? Núna pása, komumst við loksins heim núna eftir 6 vikna úthald og síðan munum við koma aftur út fyrir Hollandskeppnina sem í lok ágúst. Hún væntanlega rétt að byrja og framtíðin betri. Já, hún verður náttúrulega að ráða ferðinni, hvað hún vill gera. Hún bílstjórinn í þessu ferðalagi, þannig að vonandi bara verður hún einbeitt og setur sér markmið fyrir hvert ár og bara ná ekki langt eftir að ná í skottið á stórstökkunum. Og hvenær sjáum við hann á palli? Já, við skulum kannski ekki alveg sjá það alveg á næstunni en ég held að hún þurfi svona 2-3 ár alveg á fullu í æfingum og slist til þess að ná upp í svona topp 10. Við vonum bara að þetta gangi mjög vel hjá okkur. Já, takk fyrir það. Bryndís, þú ert stödd hérna í Uddevalla að keppa í heimsmeistaramótinu í motocrossi. Já. Hvernig byrjaði þetta ævintýri? Bara byrjaði á því að ég kom til Svíþjóðar fyrir rúmum 2 mánuðum og ætlaði bara að æfa. Þetta náttúrulega æfingarár og bara finna hjólið og þú veist, búin að skipta af litlu hjóli síðan í fyrra. Og þú ert búin að vera að keppa í sænsku mótorröðinni, eða ekki? Jú. Hvernig er búið að ganga? Það var erfitt fyrst en svo núna þá ég komin með hraðan til að vera topp 12. Þannig að það eru 30 stelpur sem skrá sig en það eru aðeins 20 stelpur sem að qualify inn í keppnina. Þannig að 20 bestu tímarnir komast inn. Hvernig undirbyrjum við fyrir svona mót? Bara slaka á, ég æfi, hjóla vikuna áður, svo bara á föstudaginn og slaka ég á, gera ekki neitt, bara labba brautina og skoða og bara, rólegt. Og hvernig hjól ertu að nota? Ég var að fá nýtt hjól, þannig að ég var að hjóla á túrstrák áður 150 og núna er ég að hjóla á 250F. Það er bara mjög gott. Og hvað tekur svo við núna í framhaldi af þessu heimsmeistaramóti? Það er bara að æfa meira. Eftir rúm og 2 vikur þá er næsta keppnin í sænska meistaramótinu og svo er ég bara að fara að æfa mikið og reyna að ná þessu. Og fleiri heimsmeistaramót? Já, 1 í viðbót, það er í Lírop í Hollandi í enda ágúst. Við vonum bara að þetta gangi rosalega vel hjá þér og við ætlum að fylgjast með þér. Takk! Þú kom það til að þið drifðu ykkur til útlanda að keppa í heimsmeistaramótinu í motocrossi. Ástæðan er bara svo að við ákváðum að fókus á Svíþjóð í sumar og síðan ákváðum við framhaldinu þegar við sáum það að værum ekkert langt frá því að ef við höfum gæti hjólað á stóru hjóli að prófa 3 umferðir í heimsmeistarkeppni og þetta er svolítið önnur umferð núna. Og síðan ákváðum við framhaldinu þegar við sáum það að værum ekkert langt frá því að ef
Ef hún gæti hjólað á stóru hjóli að prófa 3 umferðir í heimsmeistarakeppninni. Og þetta er önnur umferðin núna. Þið eru með umgjörð í kringum þetta og... Já, við erum alltaf við búum bara í sumar. Þannig að við vorum alltaf með, við erum með mjög góða stuðningar til Svíþjóð líka. Kynnast fullt af fólki sem þeir komum til. Og ert þú að sjá hjólið? Ég keypti mér hlutverk í liðinu. Aðal sponsorinn. Okay. Þannig að það er ekki að reka mig. Þráttur ef ég klúðra reysum í Pausenthal með því að olían fór á kúplingunni. Byrjendamistök? Ég segi að það kom ekki fyrir aftur. Og hvað svo framhaldið? Nú þetta er náttúrulega langsjól sem við fengum núna. Þetta er fjórgengi sem á Hústrók, 144. Þannig að við erum að græja nýtt hjól í vikunni og svo bara æfa á fullu. Það er 7 vikur fram í bílum sem við séðast í heimsmeistarakeppninni. Þangað til 2 umferðir í sænska meistaramótinu. Þannig að við bara vinnum í þessu að finna taktinn í Hústrók og halda áfram. Bryndís er mjög ungur ökumaður. Er hún að byrja eða hvar er hún í ferlinu? Hún er náttúrulega bara að byrja. Ég meina, ef þú miðar við, Steffi Lier er 23 ára tónur og hún keppti sinni fyrstu keppni ári sem Bryndís fæddist. Og ég meina, ef einhver dettur í huga að hún mæti í heimsmeistarakeppninu og fara að blokkera Steffi í einhverju beygju og taka framförinni. Hún er búin að hjóla, þetta er svona 4. alvöru árið, kannski, höfðlega 4. alvöru árið. Þannig að hún er alltaf algjör byrjan. Og fyrir þetta eins og ég sagði á, fyrst árið á stóru hjóli og það sem á tíma til þess að finna það. Þú eftir að sjá Íslendinga á palli? Alveg, ég meina, bæði Signý og Bryndís hafa alveg getið til þess að vera alltaf meiri rútínu. Ég meina, þú veist að flesta stelpurnar sem eru núna eru, eins og ég sagði á, eru búin að hjóla í 6, 8, 10 ár. Það er ekki byrjandi að keppni. Þannig að kannski smá grín að við skulum vera. Við sjáum enga strákar frá Íslandi. Er það átt af því að stelpurnar íslensku eru bara framar í sportinu? Það er náttúrulega færri og þú horfir á MX bara eins og til þess MX2 því við þekkjum þarna til í Evrópu. Ég meina, þetta eru fleiri 1000 gauðra sem eru í þessu og það eru, menn tala 2 nöfn. Kenny Roczen sem keppir inn MX2 og hann hvað heitir hann, hollendingurinn? Stórlófur, hann keppir í MX2, hann er heimsmeistari í 85 flokki, Jeffrey Hellings. Þetta eru 2 gauðra sem við tala það eru margir sem eru að reyna. Stelpurnar eru svona, ég meina, ok, það er okkur breytt í þessu líka. Við sjáum norsku stelpurnar, þær eru svona, ég meina, íslenska stelpurnar þetta ágætt og líka í Noregi. Og ég sjálf sér, ég held að koma hérna í Svíþjóð, en Bryndís búin að standa sér mjög vel. Hún var keppti á síðustu helgi í 4. umferðinni í sænska meistaramótinu. Og þar var hún 10. í fyrsta mótinu og 9. í seinna mótinu. Það er bara 20 stelpur sem fá að keppa. Það er 30 sem mæta eftir tímatökuna. Það eru 10 stykki sem bara pakka saman og fara heim. Þannig að, eins og segir, það er engin velunur til þess að fyrsta seti. Mér finnst það bara frábær árangur og vonum að stelpunum gangi vel og ykkur gangi vel með þessa útgerð. Og við fylgjumst með ykkur í framtíðinni. Takk fyrir það.